Verkefni kemur þannig til að ég nýfluttur heim frá Þýskalandi og mér langaði svolítið að fara að setja saman plötu og svona til þess að skilja eitthvað eftir mig. Og ég var var lengi að velta því fyrir mér hvað ég ætti að gera, hvers konar tónlist, og ég var lengi búinn að velta því fyrir mér að taka fyrir Dichterliebe eftir Schumann eða ljóðaflokk eftir Richard Strauss. En svo fóru línurnar aðeins að skýrast og ég fór bara að skoða íslensku sönglögin og svona af því að ég var að byrja að kenna og svona, og þá fór ég að skoða þessi lög aftur og þá eiginlega kom það bara strax svona eiginlega sjálfkrafa að taka íslensku sönglögin fyrir. Upphaflega átti platan að heita Ævintýri íslenska sönglagsins og þemað átti að vera svona ævintýralögin og svona lög sem fjalla um álfa og huldufólk og svona dulúð sem hún náttúrulega gerir í raun. Náttúrulega eins og með svona verkefni þá breytast þau aðeins þegar maður fer af stað og nafnið á plötunni breyttist allavega talsvert þegar ég fór að gramsa eftir lögum niðri í bókasafni Söngskólans í Reykjavík. Þá rakst ég á lag eftir Sigvalda Kaldalóns sem heitir Leiðsla. Það við ljóð Þorsteins Vilhjálms Gíslasonar og mér fannst þetta ljóð eitthvað svo heillandi og ég hafði ekki heyrt þetta lag áður, en þannig að ég svona hugsaði með mér að ég ætla að skoða það að hafa þetta lag á plötunni. Það fór svo þannig að ég fór og æfði þetta með Kristni Erni, píanóleikara, og mér fannst þetta alveg svona, þetta kom vel út. Svo fór ég og hlustaði á upptökur af þessu lagi, það held ég bara til ein upptaka af því og þá eiginlega bara strax féll ég fyrir laginu og það var svona þá sem ég ákvað að hafa þetta með á plötunni. Lagið Leiðsla fjallar sem sagt mann sem á gangi í Hamrahlíð og heyrir þá hörpuhljóm og það reynist svo vera álfamær sem að leika á hörpuna inn í berginu. Þetta verður afar heillandi fyrir þennan unga mann og hann finnur hvernig þetta togar í sig og það eiginlega svona þemað á plötunni svolítið þessi rólega tónlist, þessi tónlist svona sem á að toga í mann sem svona álfar og huldufólk og það svona þetta þema sem í rauninni á plötunni og það var svolítið til þess að ég fór að endurhugsa nafnið. Orðabókin skilgreinir þetta, þá þetta svona draumkennt ástand og þetta ekki beint bara ævintýri heldur, þetta svona leiðsla og það svona svolítið það sem mér langar að gera með þessari plötu.